Einar, ja, þið áttu ekki mikið sens svona þegar það fór að líða leikinn? Sko, já, ég meina við byrjum seinna áleikinn með látum og þetta fer kannir í 4 stig en það var einhvern veginn bara meiri orka og krafti þeirra megin í kvöld og hérna, þú veist, þeir bara verðskulda sigurinn í þessari seríu, það verður bara að segjast. 3 leikir núna í röð sem að ég ekki að taka, hvað fór úrskeiðis? Það bara töluvert og erfitt að fara að greina það eitthvað hérna með þér núna, það margt í þessu, ég náttúrulega hefði viljað sjá okkur, þú veist, kröftugri í leik 3 og 4 en það vantaði ekkert upp á kraft og barátt í dag en sama tíma, þeir gera vel, þeir ýta okkur út úr hlutunum og við skjótum boltann illa, við erum undir 30% alltaf í bæði 2 og 3 í fyrri hálfleik og svona, þú veist, okkar sterkustu vopn einhvern veginn voru ekki með okkur í þessu leikjum, það verður bara að segja stafnum þau. Hvað tekur við hjá þér? Verður áfram Njarðvík næsta tímabil? Þú veist, ég ímyndar að ég sé að velta því fyrir mig núna. Þetta mestu vonbrigði sem að ég persónulega farið í gegnum á mínu þjálfaraferli og leikmenn sömuleiðis og það bara sárt og verður erfitt næstu dag og vikur og ég bara ekkert að spá í framtíðinni. Einar, hverjir verða meistarar? Hverjir að fara að mæta? Ég veit ekki, vann Þór eða Tindastóll? Þór vann á síðustu sekundu. Þór vann, vá. Það aðstæðilegt að segja að Ír og Þór sé að fara út í undanúrslitum en ég sé einhvern veginn fyrir mér að KR og Stjarnan berjist þetta og ómögulegt að segja til en eins og Ír og Þór eru búin að gera og koma hérna tilbaka þá bara fullt respekt á þá bæði lið og ég held bara að sé galopið. Það er þetta að fara ógeðslega langt á baráttu og vilja eins og Þór og hérna Ír og sína þannig að það er aldrei veit, þetta er galopið. Takk fyrir þetta og gangið vel, kallinn minn.